Haukumdur snýr aftur í við svona óhefðbundnar aðstæður. Allt lið fór á einu bretti eftir síðasta tímabil. Bara svona, ef við byrjum á því, hvers vegna tókst þetta starf aðeins? Já, ég fór í samtal við á upp í IR og þeir spurðu hvort ég áhuga að taka við þessu verkefni sem að stóð til og ég rosa gaman af krefjandi verkefnum og ákvað bara eftir smá spjall og umhugsun að slá til. Hvað bara svona vissir stöðuna áður en þú tókstu þessu? Bara það sem ég hafði heyrt í fjölmiðlum. Ég tók bara ákvörðun það að velta mér ekkert of mikið upp úr þeim hlutum. Ég ætla að spurði eitthvað en ég leit bara á þess sem svo að þetta eitthvað sem gerðist áður en ég tók við liðinu og mitt verkefni var að byggja upp lið, hvort sem það yrði með leikmönnum sem voru þarna í fyrra eða með nýju leikmönnum. Allir leikmennir sem voru í fyrra voru velkomnir tilbaka. Einhverjar hafa lýst yfir áhuga að gera það og einhverjar eru búnar að mæta. En aðrar hafa leitað á henni mið og það er bara hver velur hvað hann vill gera. Hvernig voru bara svona aðstæðurnar bara þegar þú varst nýbúin að taka við þessu? Það var svona mikið af spurningum og svona mikil óvissa. En sko grunnurinn í félaginu til staðar til þess að byggja upp gott lið og ég vissi það og aðstæðan náttúrulega hjá félaginu algjörlega frábær og sennilega með því betra sem bara þekkist. Það er hérna knattspyrnuhús, gervigrasvöllur, grasvöllur, styrktaraðstaðan, allt upp á 10 og vel hugsað allt í kringum bæði okkur stelpurnar og önnur lið, aðra flokka í félaginu. Hvernig var bara svona fyrsta æfingi? Varstu með einhverja leikmenn? Já, það eru ungar og efnilegar og metnaðarfullar stelpur sem eru búin að mæta hana frá fyrsta degi og ákveðnar í að halda tryggð í félagið og taka þátt í þeirri uppbyggingu sem við erum að fara í. Og þetta bara fyrsta verkefnið þitt var að smíða saman glænýtt lið? Já, það er nú ekki fyrsta skipti sem ég gera það hjá IR sko. Ég tók við meistaraflokki kvenna hjá IR 2016 og þegar ég mætti þar á fyrstu æfingu þá var fátt fína drætti. Þetta held ég að vera með 7 leikmenn og einhverjar af þeim voru að hugsa sér til hreyfings. En ég hafa komið 29 leikmenn inn í liðið 5 mánuðum seinna. Þannig að ég er alveg vanur því að byggja upp lið í Breiðholtinu sko. Og hvernig hefur það bara gengið? Gengið bara mjög vel sko. Það eru hópurinn stækkar hægt og rólega. Það eru stelpur hér og þar sem hafa haft samband og spurt hvort það megi koma. Við tökum öllum opnum örmum. Það er allar stelpur velkomnar sem hafa áhuga að koma og pröfa eða skipta yfir í IR eða hvað sem allir velkomnir. Og bæði ég og stelpurnar sem eru til staðar, það bjóða öllum stelpur velkomnar sem hafa áhuga að koma. Þetta leikmennir sem hættu eða bara allir leikmennir gaf út yfirlýsingu og sögðu þar vera metnaðarleysi og virðingarleysi og þess áttar. Hefur eitthvað fundið fyrir því í þínum störfum? Ja, síður en svo, bara þvert á móti. Fólki sem eru í stjórn þarna og í kringu félagið, þeir vilja allt fyrir mig gera og stelpurnar í liðinu. Og það er frekar að þeir vilji gera meira heldur en minna. Og bjóða mér endalaust hjálp við að gera hitt og þetta og félaginu öllu og flokkinum. Þannig að ég get ekki sagt að ég upplifði metnaðarleysi. Bara svona eftir allt sem hefur gengið á, bara hver svona markmið fyrir komandi tímabil? Sko fyrsta markmið bara að búa til gott og samkeppnishæft og skemmtilegt lið. Skemmtilegan hóp leikmanna sem að getur veitt öllum liðum leik. Það er fyrsta markmið. Svo byggjum við ofan á það. En fyrst og fremst ætlum við að búa til gott og skemmtilegt lið. Ég heyri á þér, þú ert að koma svona léttara andrúmsloft inn í þetta með við alla neikvæðina sem hefur verið í vetur. Sko það er ótrúlega góður andi í stelpunum og í félaginu. Það ég upplifi mikið meðbyr. Ég hef verið búinn að þjálfa út allt og í alls konar aðstæðum og ég finn það á stelpunum, þeim hlakkar alltaf til að mæta á æfingu. Ég hlakka alltaf til að mæta á æfingar. Æfingarnar er alltaf skemmtilegar og stelpurnar alltaf brosa hringinn og bara andrúmsloftið í kringu félagið er bara virkilega gott.